Einbýli, þríbýli, fjölbýli. Þetta snýst allt trausta umgjörð utan fólk og auðvitað gæludýrin þeirra. Við byggjum á sterkri sögu. BM Vallá. Telma Tómasson hefur verið að prófa sig áfram núna við það að þróa brokkspírur, Telma, sem er svona nýlunda hjá þér. Hugmyndin á bak við þetta, við byrjum á því. Hvernig fékkst þessi hugmynd? Sko, þetta til í útlöndum, mjög svipað svona búið til úr svampi með sterku þolanlegu efni, en það sem að mér hefur þótt skorta ákveðin nýting á því sem til úti. Það yfirleitt 3 metra gaurar, og mér finnst það bara of langt með það sem við erum að gera. Þannig að ég ákvað að þróa græju, brokkspírur, sem svona hestvænar og fínar, og hægt að lengja, stytta, búið til þrautabrautir, búið til hindranir, og það hægt að nota þetta til margs. Þetta ekki bara brokkspírur. Það hestvænar, það var það sem ég var fyrst og fremst að hugsa. Vegna þess að við erum að nota hér í reiðhöllum og út allt erum að nota girðingastaura fyrir brokkspírur, sem mjög bara hættulegt bæði fyrir hestana og fyrir knappana líka. Og þannig mig langaði til að búa til hestvænar brokkspírur sem hægt að nota í margt, ekki bara sem brokkspírur, heldur einnig til að búa til þrautabrautir fyrir krakka sem bara öruggt. Ég ekki að finna upp hjólið, en það svona nýlunda í þessu að með svona sambærilega vörur á markaðnum erlendis, að þessum hægt að breyta í ýmislegt, já, eins og ég var að segja, setja í þrautabrautir og svona púsla saman svolítið. Þú komst inn á þetta kannski ekki svona þetta hefðbundna útlit á brokkspírum sem að þekkist. Það nú yfirleitt timbur, búið til úr timbri eða rörum eða ykkur öðru. Heldur að verði ekkert erfitt að selja Íslendingum hugmyndum að þetta séu brokkspírur? Með við fyrstu viðbrögð þá held ég að það sé ekki erfitt. Við höfum verið að nota, einmitt eins og við segja, girðingastaura, klósettrör og ýmislegt annað sem að mér finnst nú ekki mjög heppilegt brokkspíru efni. Þetta hefur þann kost að þeir sem eiga til dæmis svona kross sem að þeir setja girðingastaurina á, þeir geta sett þetta eins og tígul, það stimmt efni í þessu, að þeir geta nota þetta þar, en bara með meira öryggi fyrir bæði hesta og menn. Og hver segir að brokkspíra þurfa að vera kringlótt? Svo líka, kannski þú segir okkur aðeins, þetta ekki hefðbundið brokkspírur í útliti, en verður kannski normið eftir smástund. Hvað efni í þessu? Sko, það svampur í þessu, hann þykkur og stinnur. Þetta gæðavara. Og svo mjög sterkt segl í kringum sem bæði vatnsþolið og einnig svona, þolir það að hesturinn stígi ofan á þetta. Og þetta hugsað þannig. Og við hugsum þetta, ég hugsa þetta þannig að þetta sé svona svolítið framtíðar eign. Þú kaupir þetta ekki ódýrt, eða verður ekki ódýrt. Þú kaupir þetta og þú átt þetta í reiðhöllinni þinni, þú getur flutt þetta með þér. Þetta það létt að krakkar geta haldið á þessu. Krakkarnir geta sett upp þrautabrautir, geta sett upp hindranir og gert alls konar skemmtilega leiki. Þetta auðvelt í geymslu. Fer lítið fyrir þessu, getur bæði haft þetta upprétt og látið þetta liggja. Og svo bara endalaust hægt að leika sér með formið, hvernig formið þú ert að búa til með brokkspírunum. Hvað ert að þjálfa í hestinum? Og það endalausar hugmyndir til með því og ég mun búa til svona konsept í kringum það og kenna fólki að nota ýmsa möguleika með þessu. Kannski ein spurning enn áður en við komum að öðru, blátt og gult, er það tilviljun? Nei, það ekki tilviljun og ég ekki að finna þetta upp. Hann heitir Mikael Geithner og þjóðverji sem byrjaði á þessu og svo hafa margir apað þetta eftir honum í gegnum árin og ég geri það hér með á Íslandi. Ég skrifaði þennan mann heldur 2005-2006 þegar ég var ritstjóri Auðfaxa. Og þá man ég fyrst eftir þessu nafni og þá hann byrjaður með þetta. Pælingin svo að við vitum svo sem ekki svo mikið sjón hesta, en hestar virðast sjá gulan lit best og bláan lit einnig og með því að blanda þessum litum saman og tilfærslan
tilfærsla þekkingar á milli heilahvela, þá er verið að auka athygli hestsins með því að hafa þessa 2 liti sem að hesturinn virðist svona greina mjög vel. Það er svona pælingin hjá Geithner og ég bara stel þeirri pælingu. Já, ég meina það er ekki að finna upp hjólið eitthvað einaskipti sem það gert að nýta sér þekkingu. Ef fólk hefur áhuga á því að eignast svona, hvað þarf það að gera? Það bara hefur samband við mig annarkvort á Facebook með Messenger eða senda mér tölvupóst á telmathomas1@gmail.com og Telma er ekki með háinn notabenni. Svo það sé á hreinu og svo hægt að hringja í mig og ég er með Instagram líka og bara hafa samt. Það verður gaman að fylgjast með þessu Telma, vonandi fær þetta góðan grundvöll og margir nýta sér þetta. Þetta er allavega glæsilegt, til hamingju með þetta. Já, takk fyrir það og ég hlakka til að nota þetta og svona lokum að þá kemst þetta fyrir á pallinum á bílum mínu sem var mjög mikilvægt. Takk fyrir okkur. Takk sömuleiðis. Við erum forvitin og óstöðvandi. Við erum öll fædd fjórhjóladrifin, svo vöxum við úr grasi og við breytumst. En sálin verður alltaf fjórhjóladrifin. Jeep Grand Cherokee fáanlegur með 33 eða 35 tómu breytingu. Alvöru jeppi, alvöru fjórhjóladrif. Ísband, Mosfellsbæ.